Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Lít í náð til vor og heyr bænir vorar, við í sorg og söknuði áköllum þig, og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Fyrir hinn krossfesta og upprisna son þinn Jesú Krist, Drottinn vor og frelsara. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Lofaður sé Drottinn ber oss dag eftir dag. Guð hjálpráð vort, Guð oss hjálpræðis Guð, og Drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur,
þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn. Já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir: allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur, og sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Á þessum degi, þegar við kveðjum Margréti Ragnheiði Þorgrímsdóttur, þá leita á hugan margar myndir minninga hana. Myndir minninga kæra og góða eiginkonu, móður, tengdamóður, ömmu, langömmu, systur, frænku og vin. Myndir minninga konu sem lifði í meira en 93 ár og lagði fram drjúgan skerf til að gera lífið gleðilegra, bjartara, fallegra og betra fyrir fólkið sitt, sjálfa sig, byggðina sína, ásamt því að rétta öðrum hjálparhönd og koma til aðstóðar þegar hún kom því við, og það var mörgum sinnum. Margrét fæddist að Stafnshóli í Deildardal þann 17. desember árið 1932. Hún var þriðja í röð 6 barna þeirra hjóna, Þorgríms Þorleifssonar og Kristjönu Guðrúnar Tómasdóttur. Systur Margrétar voru stúlka sem lést í frumbernsku og þær Herdís, Pálína og Alda sem komust allar til góðra fullorðins ára eru einnig látnar. Tómas Ingi sem yngstur systkinanna
fæddur 39, kveður hér kæra og góða systur sína í dag. Þegar Margrét var á 3. ári fluttu foreldrar hennar að bænum Hjarðarholti, hér rétt fyrir ofan bæinn Hofsós. Og þar ólst hún upp ásamt systurum sínum og bróður, en alla tíð var mjög kært og gott samband milli systkinanna. Þau Þorgrímur og Guðrún bjuggu við sjálfsþurftarbúskap, voru með kindur, hesta, eina kú og nokkrar hænur. Hér væri hægt að skjóta ýmsum sögum hænurnar og samskipti systranna í sambandi við þær, en því verður sleppt hérna. Börnin lærðu fljótt til þeirrar fjölbreyttu starfa sem búskapurinn útheimti og tóku þátt í því öllu. Svo þegar skólaskyldan kallaði gekk Margrét í barnaskólan hér á Hofsósi og fermdist hún í Hofskirkju, því kirkjan sem við erum nú í var ekki reist fyrr en á 7. áratug síðustu aldar og vígð. Og ung stúlka var Margrét ráðin í vist á býlinu Bæ á Höfðaströnd til að hugsa og annast fatlað barn sem þar átti heima, og gerði hún það vel. En því miður komu þar upp berklar, fólki þar veiktist og Margrét líka, og var bærinn settur í sóttkví nokkurn tíma, og var Margrét því að dvelja þar nokkuð lengi í huga svona ungrar og tápmikillar stúlku. Eftir að hún var laus úr prísundinni, ef svo má orði komast, fór hún aftur að Hjarðarholti, vann líka í frystihúsinu, en á þessum tíma tókust góðar ástir með henni og Gunnari Baldvinssyni frá Bræðratungu hér á Hofsósi. Þau stofnuðu til heimili síns í Bræðratungu og bjuggu þar og eignuðust 3 börn. Trausta Baldvins, Guðrúnu Jónu og Gunnar Heiðar. Trausti Baldvins er kvæntur Jóhönnu Elisabetu Klausen. Börn þeirra eru Róbert Már, sem fæddist 1980 en lést árið 2021. Blessuð sé minning hans. Dóttir hans er Alexandra Melkorka. Eydís Ósk og Margrét Tinna eru einnig dætur Trausta og Jóhönnu, og dætur Margrétar Tinnu eru Saga Ann og Lovísa Ann. Fyrir á Trausti þau Önnu Gretu. Börn hennar eru Karitas Líf, Elías Eyþór. Annar sonur Trausta er Þorsteinn. Kjörbörn hans eru Alexandra Dís og Bergrós Lilja. Svo kemur Guðrún Jóna, hún er í miðjunni. Hún er gift Steini Márusi Guðmundsssyni. Börn þeirra eru Gunnar Freyr, kvæntur Hólmfríði Steinþórsdóttur. Sonur þeirra er Márus Björgvin. Var það ekki hann sem var að syngja hérna? Já. Guðmundur Vignir er kvæntur Auði Eyþórsdóttur. Synir þeirra eru Eysteinn og Elvar, en fyrir á Guðmundur synina Bergmá og Guðjón Örn og stjúpsoninn Þröst Bjarna. Þá kemur Bergný Heiða, sambýlismaður hennar er Albert Morales. Synir þeirra eru Rock og Ræ. Gunnar Heiðar er yngstur, systkinanna 3. Býr með Heiðrúnu Láru Jóhannsdóttur. Sonur þeirra er Trausti Fannar, en fyrir á Gunnar Heiðar þau Grétar Skúla og Lísbet Lenu. Grétar Skúli er kvæntur Huldu B. Benediktsdóttir Voge. Dóttir þeirra er Úldi Silja, en stjúpdóttir hans er Freydís Vera. Lísbet Lenu, gift Hafsteinum á heimi sinni. Börn þeirra eru Heimir, Breki, Embla Ír og Hekla Björk. Stór og fallegur hópur. Þau Margrét og Gunnar í Bræðratungu giftu sig 24. apríl árið 1955 og bjuggu hér á Hofsósi til ársins 1992
og ólu börn sín hér upp. Fyrstu árin vann Margrét ásamt heimilisverkum sínum í frystihúsinu á sumrin og einnig í sláturhúsinu á haustin. Þá var hún líka með kostgangara ýmissa vinnuhópa sem voru á vegum Rarik, vegagerðarinnar eða annara sem komu hingað til tímabundinna starfa. En á vorin var hún einatt kölluð til aðstoðar við sauðburðinn hjá þeim voru með kindur hér á Hofsósi, því hún hafði í sér næmnina og óttaleysið sem þarf til að hafa þegar illa gengur hjá ánum að bera. Árið 1969 keyptu þau hjónin Nillasjoppu sem fékk framhaldslíf í sjoppunni og bensínsölunni sem Esso kom hér upp, en Margrét sá og átti allan þann rekstur. Í sjoppunni var ekki einungis selt gos og nammi, heldur kom hún þar líka upp pylsusölu, grilli og auðvitað alvöru frönskum kartöflum og svo djúpsteiktum kjúklingabutum sem öllum þótti góðir. Og gerði hún sér sérstakar ferðir til suður til að sækja hið ágæta krydd sem að gefur kjúklingabitunum hjá KFC þokkalegt og gott bragð. En í þessum rekstri kom vel í ljós hversu hugkvæm og klár Margrét var, því hún var líka með ýmislegt annað á boðstólnum af ólíkum toga, gjafavörur og ýmislegt og annað í þeim dúr. Einu sinni sem oftar fór hún til Reykjavíkur í heildsöluferð og rakst þar á aðventuljós. En árangurinn af því var sá að flestir bæir í Skagafirði létu slík ljós loga í gluggum sínum á aðvendunni, öllum til gleði í skammdeginu. En Margrét hafði ríka þjónustulund og var yndisleg við viðskiptavini sína, og þegar hún sá að einhver efnaminni börn áttu ekki alveg fyrir namminu sínu, gaf hún þeim með kærleika og gleði sem einkenndu hana alla tíð. Hún átti það líka til að færa börnum föt og skó sem vantaði fyrir jólin, og fyrir þessa gjafmildi hennar nú minnst með mikilli þökk og hlýju. Og stundum þegar illfært var, ef fólk var til dæmis að fara á Siglufjörð eða suður og menn urðu teftir hér í hríðarbyljum, þá gat það fengið gistingu á heimili hennar og Gunnars, auk þess sem hún hjálpaði fólki með eldsneyti eftir lokun bensínafgreiðslunnar. Þannig að ef einhverjir voru að þvælast hérna í einhverju vitleysu á kvöldi og höfðu ekki svona mikla forsjá, kannski ungir menn, og sá að þau voru að verða bensínlausi, þá gátu þeir farið og bankað upp á hjá Margréti og hún reddaði greiðunum. Mjög fallega og vel. Já, og svo settu þau hjónin settu upp og ráku sólbaðstofu, þar sem einnig var hægt að fara í gufubað, sem var líka vinsæl nýlunda hér á Hofsósi. Þau hjónin voru bæði söngelsk og voru stofnfélagar í söngfélaginu Hörpu og voru þar í mörg ár. Einnig var Margrét formaður verkakvennafélagsins Bárunnar í nokkur ár miðjan 7. áratuginn. Og þessi söngsveit eða kórinn Harpa, sem að taldi nú mest 40 manns, þau fóru einu sinni til Noregs og gerðu þar ágæta söngferð og einnig til Grímseyjar. Og þetta þótti fólki mjög gott. Þau Margrét og Gunnar keyptu jörðina Grafargerði og þar voru þau með búskap 200 kindur og einnig hesta. Þá voru þau líka með malarnám og unnu kalk úr hörpuskeljum sem að komu hér úr skelvinslunni, sem þau seldu í allnokkru magni, kalkið, sem mosaeyði í garða, tún og golfvelli. Og Margrét lét sig meðal annars ekki muna það að keyra með kalkið suður á land
garðeigendum til mikillar gleði og görðunum til prýði. Já, dugnaðurinn einkenndi þessi hjón. Gunnar sá olíudreifingu, var í mjólkurflutningum og reddaði möl í grunna húsa og vegi svo eitthvað sé talið. Það var þeim hjónum líka mikið gleðiefni þegar barnabörnin og barnabörnin fóru að koma. Og oftar en ekki nutu þau þess að fá að vera hjá afa og ömmu og þetta átti líka við börn systkina hennar. En öll elskuðu þau að vera í kringum lömbin á vorin og hjálpa til við það sem þau Margrét og Gunnar voru með í rekstri sínum. Hvort sem það var í sambandi við kalkið eða hellusteipuna eða búskapinn og sjoppuna. Þau Margrét og Gunnar fluttu til Reykjavíkur í Blesugrófina rétt hjá Trausta til að vera nær börnum sínum og fjölskyldum þeirra. Í Reykjavík vann Margrét í Austurbæjarskólanum sem gangavörður og var það mikill fengur fyrir börnin þar að fá þessa ljúflyndu og góðu konu til að hjálpa, hvetja og aðstóða, enda leið henni vel í þessu starfi sínu sem hún hætti þegar hún var 70 ára. Eftir það naut hún þess að vera meira með fólkinu sínu og öðrum vinum. Hún annaðist líka Gunnar mann sinn með ástúð heilsu hans tók að hraka en hann lést þann 17. mars árið 2007. Eftir það bjó Margrét í Blesugrófinu þar til hún flutti í íbúðarkjarnan í Hrafnistu í Hafnarfirði. Henni fannst það svolítið dauflegt í byrjun. Það var bara hver í sinni íbúð og húsið og svo hún bara ákvað að smala liðinu saman og það var orðinn viðburður á hverju ári að allir komu saman í kaffi. Hún vildi ekki hafa neina fýlupoka í kringu sig. En síðan flutti hún til Vestmannaeyja til að vera nálægt honum Gunnari Heiðari, litla stráknum sínum og fjölskyldunni hans. Og þar var hún og þó hún væri nú komin á níræðis aldur, þá lét hún sér ekkert mun það að taka þátt í leikfimi og öllu þessu starfi sem eldri borgararnir nutu. Og svo var það nú líka einu sinni að hann Márus, sem söng hérna áðan svo fallega fyrir ömmu sína og okkur, að hann var kominn með æfingaleyfi á bílinn og hann kemur til ömmu sinnar og segir: Amma, ég hérna kominn með bílinn hans pappa, ertu ekki til í að koma með mér í æfingaakstur? Þá kom svolítið svona löng þögn reyndar hjá henni og svo sagði hún: Jú, elskan mín, ég hef hvort sem engu að tapa. Og hún hafði engu að tapa því þessi æfingaakstur var bara mjög góður og fínn. En svo fyrir 1,5 ári þá flutti hún á hjúkrunarheimili Hraunbúðir og þar lést hún þann 30. og 1. janúar síðastliðinn. Nú horfum við yfir farinn veg lífs hennar með þökkum í hjarta fyrir gleðina, fyrir húmorinn, kærleikann og ljúflyndið sem í henni bjó og ástina sem hún bar til svo margra. Ég ætla að lesa hérna kveðju sem á hún Bergdís Heiða. Bergný Heiða, þakka þér fyrir leiðréttinguna. Bergný Heiða sendi. Það var þyngra en tárum taki að vakna við fréttirnar af láti ömmu á afmælisdaginn, en ég vil meina að hún vildi að ég myndi ekki gleyma sér. Við Magga amma vorum alltaf nánar og okkar hátt eiginlega eins og við hefðum verið bestu vinkonur í fyrra lífi. Hún var ekki bara amma mín, heldur líka vinkona, leikfélagi
og örugga höfnin mín alla mína barnæsku. Hjá henni leið mér alltaf eins og ég ætti heima, sama hvað við vorum að stússast. Hún amma hafði einstakt lag á að gera hversdagslegar stundir að ævintýrum. Hún dundaði sér endalaust með mér, hvort sem það var að drullumalla út á plani á Kárastígnum, steikja brauð eða föndra inn í litla skúrnum hennar í Blesugróf. Það skipti engu máli hvað verkefni var. Með henni var allt skemmtilegt. Hún hafði alltaf tíma fyrir mig og vildi allt fyrir okkur barnabörnin gera. Hún passaði alltaf upp á að allir hefðu nóg af mat, oftast of mikinn, stendur hérna inn að sviga, hlýju og umhyggju. Þar sem hún var, fann maður öryggi, frið og kærleika, alltaf opið hjarta og opið eldhús. Dýrmætustu æskuminningarnar mínar eru þegar amma las fyrir mig og sagði mér sögur, þá sérstaklega sögunni af henni Búkollu. Hún sagði þær af slíkri hlýju og innlifun að manni fannst maður hafa verið á staðnum. Þessar stundir mótuðu mig meira en hún vissi og í þeim fann ég bæði ró og ímyndunarafl sem fylgir mér enn í dag. Ég vil segja að við höfum verið mjög líkar. Amma trúði á mig, hvatti mig til að láta mig dreyma og vildi að ég lifði ævintýralega lífi. Hún hvatti mig til að vera sjálfstæð, vildi að ég þorði, prófaði mig áfram og fylgdi hjartanu. Það loforð sem ég ætla alltaf að standa við henni til heiðurs. Og nú færð þú loksins hvíldina, elsku amma mín. Minningarnar þig munu lifa áfram, mjúku hendurnar þínar og öll svo ást sem þú gafst svo óeigingjarnt. Fyrir þig verð ég ævinlega þakklátt. Legg ég nú á og mæli svo að þú verðir að svo stórri móðu að enginn komist yfir nema fuglinn fljúgandi. Guð geymi þig, elsku amma mín, og það veit ég og hef fundið að þessi fallega kveðja gæti komið líka frá hjörtum ykkar hinna ömmubarnanna. Hér eru fleiri kveðjur. Þröstur Bjarni og Bergur Már senda góðar kveðjur og óska eftir að koma á framfæri þökkum fyrir góðar samverustundir í gegnum árin með Langömmu Möggu, en þeir hafa ekki tök á því að vera hér í dag. Jóhann Listó og Guðbjörg Engilbertsdóttir, tengdaforeldra Gunnars Heiðars, biðja einnig fyrir kærar og góðar kveðjur og þakklæti fyrir góðar stundir í Eyjum. Og þá eru hérna innilegar kveðjur frá systkinunum á Svalbakka og systkinunum í Hólkoti, innilegar kveðjur með ástarþökk fyrir samfylgdina og allt. Og þá hér kveðja frá Jóni frá Tjörnum og Helgu Egilsson og Halla Einarsdóttir biður fyrir kæra kveðjur og einnig þau Sigga og Svala biðjum kveðjur hingað og á þessari stundu Trausti sonur hennar með okkur í hug og hjarta og hann minnist nú með djúpu þakklæti fyrir allt það sem móðir hans var honum og gaf, en hann átti ekki heiman gengt. Þau Guðrún og Gunnar sem hér kveðja móður sína þakka hér líka frá dýpstu hjartans rótum fyrir fallega, glaða og góða mömmu sem hvatti þau áfram og var þeim svo mikils virði allar stundir. Guði séu þakkir fyrir líf Margrétar Ragnheiðar Þorgrímsdóttur. Amen, amen, amen. Kæru vinir, ég beðin að geta þess að
þegar kistan verður borin út, þá verður hún sett niður á búkka og þau sem að vilja fara beint upp í félagsheimili þar sem að boðið upp á veitingar geta syngt yfir og farið þangað en svo verður kistan borin upp í kirkjugarð og þar verður Margrét jarðsett. Guð blessi ykkur öll. Amen. Ég langar að geta þess að nú eigum við alltaf að syngja fyrir hana Margrét. Þið hafið textana hérna og syngjum hérna frá hjartanu fyrir hana. Það sem eftir er. Miskunna þú oss, Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir fyrir ljósið sem við oss skín frá Drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur tekið Margréti Ragnheiði Þorgrímsdóttur í faðm þinn og veitt henni hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn,
tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú syngjum við öll saman. Nú legg ég augun aftur. Sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn minn, gefi dánum ró, en hinum lík lifa. Amen.
þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir, gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krists. Amen.